Mig langar að fara hérna yfir nokkur svona flóknari dæmi þar sem verið að beita mörgum aðferðum í einu. Ég með nokkur dæmi sem við skulum satt lesa yfir, reikna í gegnum og ég hvet fólk til þess að pása, reyna að reikna sjálfur, hvað getur gert í staðinn fyrir að horfa bara á. Fyrsta dæmið okkar hérna, við erum með 22,5 grömm af súrefni, hvarfast við 450 millilítra af 1,15 mólar C2H6, en við erum með fullt af upplýsingum hérna, og 2 hvarfast við, það þýðir við erum með efnahvarf, eitthvað magn hérna af C2H6 og myndefnin eru CO2 og H2O. Þannig að við sjáum strax að það er eitthvað efnahvarf í gangi og það er ekki búið að gefa okkur efnajöfnu svo við munum þurfa að stilla upp efnajöfnu. Svo eru 3 spurningar, það er spurt hversu mikið myndast af CO2 í lítrum við ákveðið hitastig og ákveðin þrýsting. Það segir okkur að hér séum við væntanlega að fara að nota gasjöfnuna. Það er svona ágætis hint. Það tala lítra og hitastig og þrýsting saman. Svo er spurt afgang af efninu sem klárast ekki. Og svo er sagt að í rauninni myndast eitthvað margir lítrar, hverjar eru heimturnar. Þannig að það er ýmislegt hérna sem þarf að finna út, en það er alltaf best að gera bara einn hlut í einu. Og fyrsta skref er setjum upp efnajöfnu og stillum hana. Það eru 2 hvarfefni, C2H6 og O2, og það eru 2 myndefni, CO2 og H2O. Svona. Svo þetta viljum við stilla og þetta er hérna. Það er að vera 2 hérna, 2 CO2, 6 sinnum 3, þessi 2 og 3, gefa 6 hér. Og þá er ég með 4, þá er ég með 7 og hérna. Þannig að það þýðir að þegar að fá 7 og hér verða 3,5. Þetta myndi ég vilja tvöfalda þess að í gegn að losna við kommuna. Þannig að ég ætla að stróka þetta út hérna. Þannig að ég verð með 2, 7, 4 og 6. Það sem var 1, 3,5, 2 og 3. Þannig að við erum komið með stillt efnahvarf. Svo finnst mér voða gott að skrá hjá hvaða efni, hvað ég veit. Ég veit grömm af O2. Þetta er upplýsingur O2. Og fyrir C2H6 veit ég millilítra og mólstyrk. Þannig að það eru 450 millilítrar. Maður finnst kannski freistandi þegar maður sér millilítra að maður eigi bara að taka þeim sem grömm, en þetta er rúmmál, þetta er ekki massi, svo ég get ekki nota millilítra eins og grömm. Og fyrir þetta er laust, það þýðir að einhver stór hluti af þessum millilítrum er bara vatn, þetta er ekkert efnið sjálft. Ég mun nota mólstyrksjöfnuna til að breyta þessu í mól, að því stóra M-ið stendur fyrir mól per lítra. Og ég á að finna lítra af CO2. Þannig að fyrsta skref alltaf ef ég er með efnahvarf og ég er ekki með mól, er að breyta í mól. Og ég er að nota hérna mismunandi jöfnur eftir því hvaða efni ég er með. Ég nota mólstyrksjöfnuna að því ég er með þess að hérna mólstyrk og rúmmál sem ég vil samt hafa í lítrum, þannig ég mun breyta því. Og ég nota mólmassajöfnuna þegar ég er með grömm
Þannig að þetta eru jöfnurnar tvær sem ég nota. Og ég einangra mólin hérna með því að margfalda með vaffinu. Og það verður hérna þá. Ég get breytt M í mól per lítra svona. Margfalda með lítrónum. Þetta er rúmmálið í lítrum í staðinn fyrir millilítrum. Þannig að ég er búin að deila með 1000. Og þannig að þegar ég margfalda þá fæ ég 0,5175 mól. Ég ætla bara að skrifa það allt hérna. Og fyrir mólin af súrefni þá tökum við grömmin, deilum með mólmassa súrefnis, munum við förum bara í lotukerfið og þetta er O2, þannig ég tvöfalda 16 og skrifa það bara hérna. 703 0,703 mól. Til þess að geta reiknað lítrana af CO2 þá þarf ég náttúrulega að vita mólin í gasjöfnunni því að ég veit hitastig og ég veit þrýsting og R-ið er fasti. En til þess að finna þessi mól þá þarf ég að gá hvort klárast. O2 eða C2H6. Þannig að kannski punktum það bara hérna hjá okkur. Hvort klárast, efnið sem er takmarkandi. Og þá tek ég mólin, svo fljótlegasta leiðin, deili með stuðlinum, sem tölunni fyrir framan. Og það er auðvitað að sannreina þetta með reiknivél, en ég sé strax að talan hjá súrefni verður miklu lægri. Því hún verður bara rétt 0,1 meðan þessu verður 0,20 eitthvað. Þannig að O2 klárast af því að það er hlutfallslega minna magn af því. Svo það eru mólin sem ég ætla að nota til að finna CO2 mólin. Þannig að slúm bara skrifa það hérna til hliðar. Þannig að mól CO2 er þá 0,703 deilt með 7 sinnum 4. Það hugsa það báða vegu. Ég er með þetta hérna, svo ég segi bara deilt með 7 sinnum 4, svona. Og þá fæ ég 0,402. Ég passa mig á að ofnámunda ekki millisvörin mín. Ég hef jafn marga markverða stafi og ég var með sem voru 3. Þannig að þetta eru mólin af CO2 sem ég get þá sett hérna í gasjöfnuna, einangra vaffið. Vaff er NRT deilt með P. Ég þarf að breyta hitastiginu í Kelvín, skrifum þetta hérna til hliðar. T-ið er 38 pluss 273, sem er það 311. Og miðað við ég ætla að nota þess að gamaldags gasfastan, 0,0821. Þá verður þrýstingurinn minn að vera í ATM. Og breytistærðin fyrir það er 1 ATM á móti 1013 millibörum. Það verður 839, 0, svona. Þannig að þetta eru tölurnar sem ég ætla að setja hérna inn,
mólin af CO2, við pössum okkur að vera að spyrja CO2, svo ég nota CO2 mólin, gasfastinn með sinni stór skemmtilegu einingu, hitastigið, kemur ég allavega hérna svona, og þrýstingurinn minn í ATM. Sláum þetta hérna eldsnögt inn. Hjálpar ef við sjáum það. Ég fær hérna 12,2 litrar. Svarið við A-lið. Búum svo til hérna smá pláss. Svörum hérna B-lið. Hvað verða mörg mól af gangs af efninu sem klárast ekki, það er það sem sagt C2H6. Þannig að þá reikna ég til þess að nota þessi O2 mól, hvað þarf ég mörg mól af C2H6, og það er bara hérna mól C2H6, það er 0,703 deilt með 7,2. Það er 0,201. Þannig að þetta eru mólin sem ég nota. Afgangurinn er það mólin sem ég á. Þessi mól. Afgangurinn er mólin sem ég á mínus mólin sem ég nota. Nei, ég segi 317 til að vera hérna með þetta fjölda stafa. Svona. Ef að þetta væri hérna, ég ætti að finna grömmin, ef ég ætti að finna grömmin af efninu, þá myndi ég bara taka þessi mól og margfalda með mólmassanum, en það var bara beðið mól, ekki grömm. Og svo eru hérna heimtur, liður C. Það er sagt að ég fæ 0,720 lítra. Útreikningurinn minn sagði ég ætti að geta fengið 12,2, en þetta er það ansi lágar heimtur hérna. Og það er bara það sem kom út í alvörunni, deilt með því sem útreikningurinn sagði, breytt í prósentu. Ekki svo flókið. ,90%. 5,90%. Það eru bara lágar heimtur. Þannig að núna erum við búin að fara í gegnum svona allt þetta helsta í rauninni. Setja upp eigið efnahvarf, stilla það, nota hérna mólmassa þegar ég hef grömm, nota mólstyrk og rúmmál þegar ég hef það í báðum tilfellum til að reikna mól, gá hver klárast, reikna út mólina því sem ég á að finna og nota svo gasjöfnuna til að reikna lítra. Þetta eru svona allt þetta helsta sem er búið að fara yfir. Skoðum nú annað dæmi og virkar í fljótu bragði eins og sem miklu minna gerast, en þetta er nú samt ýmislegt sem þarf að huga að. Það er spurt massa botnfalls sem myndast þegar ég blanda saman hérna ákveðnu rúmmáli og mólstyrk
af CaCl2 lausn við rúmmál mólstyrk aftur af Na3PO4. Núna eru mér ekki gefin myndefnin, ég þarf sjálf að reyna að finna það út hvað er einu sinni botnfallið sem myndast þegar þessum tveimur lausnum er blandað saman. Þannig að skoðum það aðeins. Þannig að já, í byrjun bara hvað er einu sinni botnfallið. Ég myndi þá nota leysnitöflu og jónatöflu og út frá því ætti ég að geta séð að Ca hefur +2 hleðslu, Na er 1 plus, Cl er 1 mínus og svo er fosfatjónin hérna svona með 3 mínus. Þetta eru jónirna mínar. Leysnitöflan segir mér að Na-jónin er auðleysn með öllu, klórjónin með flestu, Ca er ekki undantekning, en fosfatjónin er almennt torlaust, þannig að, og þetta kalsíum hérna er ekki undantekning, þannig að botnfallið mitt verður gert úr þeim tveim jónum. Þannig að ég þarf að passa upp á að vera með rétta efnaformúlu. Ca er +2 og PO4 er -3. Þannig að ég þarf 3 Ca og 2 PO4 sem þurfa þá að koma svona í svega. Ég þarf í rauninni ekki að pæla í hvað verður Na og Cl, það verður eitthvað þau, en þau verða ekki partur af botnfallinu. Ég þarf í rauninni bara að vita efnaformúlu botnfallsins. Og ég þarf að passa að efnajafnan sé stillt, því ég get ekki úr einu Ca fengið 3. Þannig að ég þarf að hafa 3 hér og það sama, hér er bara PO4 einu sinni, hér verður það 2. Þetta hefur náttúrulega áhrif á hlutföllin í efnahvarfinu. Ef maður vill vita það sem gerist svo mikið með Na og Cl að þau verða bara NaCl leyst upp í vatni. En það þarf ekki þær upplýsingar til að geta leyst dæmið. Í báðum tilfellum erum við með rúmmál og mólstyrk. Svo í báðum tilfellum notum við mólstyrksjöfnuna til að leysa hvað ég er með mörgum mól. Þannig að ég er að nota hérna sem sagt þessa og mólin verða mólstyrkur sinnum rúmmál í lítrum. Þannig að endilega sannreini það að ég mun fá hérna 0,0946 mól og 0,0750 mól. Þegar ég segi sem sagt 0,220 sinnum 0,430 og svo 0,150 lítrar sinnum 0,500. Ég þarf að athuga hvor klárast til að ég viti hvað verða mörg mól af botnfallinu mínu. Svo ég deili með tölunni fyrir framan, þetta með stuðlinum. Þetta var 0,0375, ég sýnist að það verði örlítið lægri tala hérna. Já,
örlítið lægri tala vinstra megin. Þannig að það CaCl2 sem klárast, sem þýðir að það eru mólin af því sem stjórnaði hvað ég fæ mörg mól af þessu botnfalli. Þannig að þessi mól stjórnaði hvað ég fæ mikið botnfall og það verður þá bara deilt með 3. Af því það er bara 1 af þessu. Það er ekki með það hérna. 315. Þannig að þetta eru mólin af Ca3PO42. Ég ætla þá að finna mólmassan af því og margfalda með mólunum. Reknum það bara allt snögt hérna. Og það verður bara svona 310,18. Og margfaldum það með mólunum. 3 markverðir stafir, hann verður 9,77. Þannig að svarið við spurningunni hver er massi botnfallsins sem myndast, þess að lausnum við blanda saman, er að það er 9,77 gram. En til þess að komast þangað, þá þurfti ég í fyrsta lagi að finna út hvert er botnfallið, að finna tvarleista efnið sem myndast þegar þessum við blanda saman, passa mig að vera með rétta efnaformúlu á því, passa mig að stilla efnajöfnuna því annars er hægt á ég dragi ranga ákvörðun, dragi ranga ályktun hvor klárast. Þegar ég veit hvor klárast, reikna ég mólin af botnfallinu og svo breyti ég gram með mólmassan. Tökum við svo eitt hérna þar sem að eru. Nú erum við ekki með efnahvarf, nú erum við að vinna hérna með einhverja lausn. Við fáum hérna upplýsingar að það séu 20 millilítrar af etanóli í 100 millilítrum af lausnum. Basically ég er með 20% af rúmmálinu sem er etanól. Eðlismassi etanóls er gefinn. Það er spurt mólstyrk etanóls í lausninni. Þannig hérna vill maður kannski byrja yfir svona þess að öfugum enda og segja byrju, ef ég ætla að finna mólstyrk, það er C, þá þarf ég að vita mól og ég þarf að vita lítra. Það má ég sjálfsög sér ímynda sér að ég viti nú þegar lítra, ef ég veit 100 millilítra. Ef mér hefði ekki verið gefið það, ef mér hefði bara verið gefin rúmmálsprósentan, þá hefði ég til dæmis getað gefið mér 100 millilítra og þá veit ég að það er 20 millilítrar af etanóli. En ég fekk það gefið alveg svona upp. Þannig að mig vantar í rauninni mólin. Ég veit að þetta eru mól etanól. Mól. Deilt með, að því að mólstyrkurinn er alltaf í lítrum. Deilt með 0,100 lítrum. Hvernig finn ég mólin og etanóli? Ef ég veit grömmin, þá get ég náttúrulega deilt með mólmassanum. Og ég get fundið grömmin, því ég veit eðlismassan og ég veit rúmmálið. Eðlismassajafnan leyfir mér að finna grömm ef ég veit eðlismassa og rúmmál. Þannig að byrjum það bara þar. Það er þá 20 millilítrar sinnum 0,1. Því er að einangra massan og bara margfalda ég með rúmmálinu.
Hérna fáum við út 15,78 og þetta þá í grömmum af því að millilítrar og millilítrar styttast út og þá get ég notað mól eru grömm deilt með mólmassa og mólmassin fyrir etanól, ég ætla að fara bara fyrir lotukerfið og segi 2 sinnum C, 6 sinnum H og 1 sinnum O og fæ 46,07. Það eru þá 3, 4, 2, 5. Takk eftir að ég svona frekar að skilja eftir aðeins fleiri aukastafi en hitt. Mér væri í raun og óhætt að klippa þetta alltaf niður í 3 markverða því 20,0 er með 3 markverða stafi. En ég get líka bara gert það í lokin. Og nú er eiginlega bara síðasta skrefið mitt, það er að klára þetta. Núna veit ég málin, ég var að finna þau. Og ég deili með lítrunum sem ég var með. Þetta var núna viljum við námynda í réttan fjölda markverða stafa því að þeir eru ekki 4, þeir eru bara 3 út af því að þessir eru 3 hérna báðir. Þannig að það verður þá 3,43 M. Það munir náttúrulega einingin því ég segi mól deilt með lítrum verður stórt M eða mólar. Og þetta dæmi er þá svona tiltölulega fljótlegt í útreikningi ef maður veit hvað maður á að gera. Ef ég veit að ég þarf að deila sér átt mólunum með rúmmálinu og þegar ég er búin að breyta millilítrum í grömm með eðlismassanum, þá get ég nota mólumassan til að finna móli. Aftur ef ég fæ svona dæmi og fæ bara prósentin að gefna upp, en ekki svona eins og 20 millilítrar í 100, þá get ég bara gefið mér eitthvað rúmmál, til dæmis 100 millilítra eða 1000 millilítra sem er 1 lítri, nota þá prósentunina til að reikna rúmmálið af etanóli og held svo áfram á sama hátt. Og að lokum, annað svona dæmi með hérna, ég er með eitthvað rúmmálafefni en nú er ég með aðeins, þetta skiptist á uppilega, ég er með eitthvað laust. Ég er með sett metanól sem hefur þessu efnaformúlu. Ég er að bæta bara hreinu metanóli út í laust sem að inniheldur þá metanól og vatn, gerum ráð fyrir. Ég veit sem að rúmmálið af lausninni og mól styrkin sem þessum skiptist illa og eðlismassa metanóls. Og ég er að leita mólstyrk metanóls, þannig að ég vil vita mólstyrkin í lokin. Og það sem ég þarf að hugsa er, ég ætla að tekna bara ljóta mynd, svona. Ég vil tekna aðeins fallega þetta. Hérna er ég með einhverja lausn. Hún er 230 millilítrar og einhver partur af því er metanól. Svo bæti ég við bara hreinu metanóli. Rúmmálið, eftir að ég geri það, hlýtur að vera samtals þessi 2. Þannig að nýja rúmmálið mitt hlýtur að vera 28 millilítrar pluss 230. Mólin hljóta að vera mólin sem að voru í lausninni pluss mólin sem ég bæti við. Þannig að þetta eru þá mól. Þetta þarf ég bæði að reikna ekki sett. Mól í lausn pluss mól bætt við. Nú er þetta vel skrifað. Þannig að reiknum það út hvað voru mörg mól í lausninni, hversu mörgum mólum bætti ég við, leggjum þetta svo allt saman á deilum. Þannig að í lausninni
Þá er ég bara að nota mólstýrsjöfnuna nema einangra ennið. Og munum að rúmmálið þarf alltaf að vera í lítrum þegar ég geri það. Ég deili með 1000. Ég ætla ekki að námynda bara fyrir inn í lokin hér. Svo bætti ég hérna millilítrum af metanóli. Þetta sem er þá bara hreint metanól, ekki laust. Og ég veit eðlismassan. Svo ég get notað eðlismassajöfnuna til að finna grömmin. Og svo mólmassajöfnuna til að finna mólin. Svona, metanól, hérna. Þannig að massin er eðlismassi sinnum rúmmál og eðlismassin er hérna í millilítrum. Eðlismassin sinnum millilitrarnir. Fórum það út. og 22,18 grömm sem bara. Og svo viljum við finna mólin. Við deila með mólmassa metanóls. 1C, 4H, 32,04. Sex, 9, 2 bara. Núll komma 692. Þannig að samtals eftir að ég bætti við þá er ég með mólin sem voru upphaflega pluss mólin sem ég sett úti. Og samtalsrúmmálið er mólin sem ég var með upphaflega, samtalsrúmmálið er rúmmálið sem ég var með upphaflega pluss rúmmálið sem ég bætti úti. Þannig að loka útreikningurinn, ég geti rauninni bara sett það upp svona. Svona mörg mól, það sem ég fæ út af þessu, deilt með, þetta eru 258 ekki satt. Þannig að breyti lítra, munum að við þurfum alltaf að breyti lítra. Þannig að það er það 3,11. Það hækkaði verulega að því að ég bætti þarna fullt af hreinu etanóli úti. Ég var upphaflega bara með 3 markverða stafi hérna í millilítrunum af etanóli og líka eðlismassanum og mólstyrknum út í það í farið. Svo ég námynda í 3 markverða stafi í lokin. Og það var þetta loka svarið mitt. Já, ég ætla bara hérna rétt í lokin og ég skal linka í þennan stimpil að gefa hérna svona upplýsingarna hvernig á að fara í gegnum dæmin. Þannig að ef þið eru aðeins först þá eru þetta rauninni skrefin. Í fyrsta dæminu sem ég reiknaði þá eru þetta hlutirnir sem þarf að gera. Þannig að það er hægt að setja hérna þessa pásu, kíkja yfir þetta og reyna sjálfur áður maður kíkir á lausnina. Fyrir dæmi númer 2
Dæmi númer 2 eru þetta skrefin. Og þetta svona þeir hlutir sem þarf að gera til að geta lært dæmið. Fyrir dæmi númer 3 eru þetta skrefin. Og fyrir dæmi númer 4 eru þetta skrefin. Í sömu röð og við gerðum dæmin eru þetta þeir hlutir sem þarf að gera í grófum dráttum til að leysa dæmin.